Velkomin í Sorgarkastið. Takk fyrir. Já, var ég búin að segja þér hvað þetta heitir? Nei, Nei, bara ég ætla að gleyma, bara segja fólki það, bara sko, ég bara já. En þetta heitir sem sagt Sorgarkastið og ég ákvað í rauninni að hafa samband við þig af því að við vorum saman í sorgarmiðstöðinni Já. og náðum bara vel saman og náttúrulega bara dásanlegt fólk sem var með okkur í þessum hóp, algjörlega. í þessu hópastarfi sem maður vill náttúrulega ekki vera partur af. Nei. Hóp bara af fólki sem hefur mist börnin sín. Og það er ekki svona í þessu hópastarfi hjá þeim í sorgarmiðstöðinni, það er ekki í rauninni af því að þetta er náttúrulega sem betur fer ekki algengt, að þá er maður ekki endilega bara með fólki sem að hefur mist á svipaðan hátt, heldur er það náttúrulega bara allir gangur á því og allir aldur líka. Já. Þannig að Það var svolítið svona, já, gott að sjá þetta frá mörgum sjónarhornum, sko. Já, akkurat. Það var svona alls konar í þessu, Já. einmitt. Og það sumum finnst það verra, Já. en mér fannst það bara mjög gott. Já. Það var bara svona, mér varst gott að heyra bara að það væri svona alls konar, sko, og Maggi talaði ótrúlega mikið um það og ég náttúrulega dró hann þangað, sko, hann vildi ekki fara í þetta, sko. Hann var bara, já, hann var mjög mikið dreginn í þetta, en bara strax eftir fyrsta tíman, þá var hann bara takk fyrir að draga mig. Já, ok. Já, og þetta var bara, það var ótrúlega gott fyrir hann líka að heyra bara hvernig aðrir voru að reyna að halda áfram og sérstaklega kallmenn, þú veist, fyrir hann var það bara gott að heyra, þú veist, þá segja eitthvað sem hann, og bara hann að segja eitthvað, eða þeir að segja eitthvað sem hann hefur bara verið að hugsa, sko. Þannig að ég var bara, hann er ánægður með þig núna. Já, hann er svona ágætlega sáttir, náttúrulega hann hingaði þetta og hann var heldur ekkert að nenna því, sko, fyrst, en síðan hann svo fyndinn út af því að þú þekkir hann alltaf smá núna. Og hann var einmitt kominga og var bara Lilja, hvað, þú veist, akkur þarfst að tala um mig og bara eitthvað, getur ekki bara sleppt í og eitthvað svona. Og ég bara, mér langar að við segjum þessu sögu saman. Og síðan eftir hann alltaf svona, má ég sjá, býtu, já, ok, já, þetta svona, var alltaf gett að spyrja og svona tjekka og þú veist, bara já, ok, má ég sjá hvernig þetta lítur út, þá var hann alveg svona svolítið spenntur, sko. Þannig að hann er mjög, það lýsur hann alveg frekar vel, sko. Hann er svona með eitthvað mótlæti, nefnilega. En þú ætlar að segja okkur aðeins frá syninum. Já, ég heiti Marja, ég er mammas Haraldar Hjalta og Haraldur Hjalti fæddur 2002 og hann greinist með krabbamein þegar hann er 17 ára og það gekk rosa vel að meðhöndla það og hann fékk svo þannig alveg heilt ár þar sem hann bara blómstraði og naut lífsins og geggja að fylgjast með honum. Það var bara komið í geggja líkanlegt og andlegt form og skóla og vinnu og allt þetta. Og svo greinist hann aftur og þá fáum við strax að vita að þetta sé ólæknandi. Já. Og það er talað um það að það myndi taka svona 2-5 ár að draga hann til dauða. Einmitt. Og hann fekk nú ekki nema 1,5. Það gerðist mjög hratt. Mjög hratt. Og hann deyr bara daginn eftir að hann var 21 árs. Einmitt. Hann hélt upp á afmæli sitt á líknadeild, eða við héldum upp á það, hann var nú mest rænulegur, sko. Já. En svo deyr hann að daginn eftir. Hann var óbúslega skemmtilegu karakter. Kannski smá hlutræk. Kannski bara pínu. Já, örlítið. Hann rosalega hreinskilinn, bara alveg frá því hann fór að tala. Og með svona kaldhæðin og svona svartan, dökkan húmor. Já. Og það hjálpaði honum og bara mjög mörgum í kringum hann í gegnum þetta ferli, sko. Einmitt. Hann var alveg bara stuða oft fólk með eitthvað sem maður sagði og eitthvað svona, þú veist, en þeir sem þekkti hann, þeir kunna á þetta. Ég sko bara strax svo segir þetta, og ég hugsa svo oft um þessa sögur, þegar þeir báðan hvernig var þetta? Ég held að þetta var þegar hann var nýlega greindur. Ertu að tala um þegar áttum að fara í Livjó? Já. Já. Þú verður að segja frá því. Ég klippi að brúta ef þetta er eitthvað. Sorry. En ég er búin að segja þessa sögu svo oft, sko. Mér finnst hún alltaf skemmtileg. Mér finnst þetta svona, ég fekk alveg mynd á hann. Já. Bara svona gæti ímynda mér hann einhvern veginn. Já.
hann sem sagt, fyrsta skipti sem fórum hitta krabbameinslækni, þá var það á Barnaspítalanum. Og við förum hana og það er talað alveg rosalega mikið og fræðilegt og allt og langur tíma, en það var að byrja á því að tala um það að hann þyrfti skilin sæði. Og því að þau geta skemmst í lyfjameðferð og allt þetta. Og segja bara já, því fyrr, því betra og hvort við getum farið bara strax í það. Og já. Og svo erum við hann einhver 2 tíma fundi hjá læknunum. Og svo förum við út og þá segir hjúkrunarfræðingur eitthvað, já, þau eru býð eftir ykkur bara upp í Livjó. Það er bara strax. Já, bara strax. Já. Og við fáum okkur bækling og eitthvað og við förum út í bíl og hann segir, erum við að fara í þetta núna? Já, segi ég. Hann bara, sko, ég var að komast að því. Þetta verður allavega 6 mánuðir meðferð. Sumar er ónýtt og ég er bara ekkert í stuði til að fara að runga mér. Já. Það er svo gott og líka bara að segja við mömmu sína, ég bara, það er svo gott, sko. Hann gæti sagt allt við mömmu sína og stundum reyndan að ganga fram af. Þið voru svona ótrúlega náið. Já. Og tengdóson minn sagði mitt eins og eitthvað tíman, hann sagði ef ég myndi segja helmingið næði við mömmu mína sem að Haraldur segi við þig, hún myndi ekki líta framan í mig í mánuð. Hann var alveg sama, hún var skemmtilegt, já. En það segir voðalega mikið sambandi ykkar. Já. Maður þarf ekki meira en að heyra þessa sögu til þess að skilja sko, hvað var kannilega mikill húmor og bara svona traust og bara eitthvað allt. Það var ein mjög góð saga, það voru hjúkrunarfræðingur á krabbameinsdeildinni sem var samkynhneigð. Það voru 2 og voru hjón. Og hann talaði alltaf uppáhaldslessuna sína. Já. Og sagði þetta við hana líka, sko. Og ég var ekki búin að hitta hana. Það vissi ekki, hver hún var. Og svo erum við eitthvað heima, látið svo fíblu eitthvað og hann segir, viltu lakka með tásunar? Já, segi ég. Og ég seti á hann 4 brátt naglalakk og eitthvað. Svo lendur hann sjúkrahúsið og svo kem ég inn og hann þarna með lakkaða tásunar upp í rúmi og hún að sinnunum, þessi uppáhaldslessa. Þá segir hann eitthvað, Selma, mamma segir að ég ekki verið að lakka alltaf með tásunar því að þá get ég bara breyst í homma og það er svo ógeðslegt. Sagði þetta bara upp úr? Já, sagði þetta bara hana, við erum framan hana og ég bara, Haraldur! En þá var hún farin að þekkja hann og bara, já, sagði mamma það. Það er svo gott, sko. Já, hann hljómar eins og, svo mjög bara upplífgandi og skemmtileg nærvera, þú veist, einhver sem er bara gaman að kringum og meðast það svona skín í gegn þegar þú varst að lýsa honum alltaf. Að hann væri, hann hafi verið svona rosalega bara fyndinn og skemmtilegur og hress og með jákvæðir. En síðan bara auðvitað eins og með allt að þá, er náttúrulega, get ég ímynda maður ekki hægt að vera jákvæðir í gegnum þetta allt, þú veist. Síðan maður bara að fá þessar fréttir í andlitið og bara, þú veist. Já, þetta náttúrulega tekur á, sko. Og við ræddum þetta rosalega mikið. Því hann vissum í hvað stemdi og hann var alveg bara tók strax ákvörðun til dæmis þegar hann byrjaði aftur í meðferðinni að hann ætlaði að segja eins oft já eins og hann gæti við félagana og vinina sko, og gerði alls konar hluti og einhvern tímann kom vinur hans til hans og segi og þeir fóru eitthvað á rúndin og hann segi svona, ertu ekki reiður? Og hann segi, reiður? Nei, okkur ertu verið reiður? Hann bara, ertu í alveg ekki reiður? Og þá svona fóru þeir í Hagkaup og keyptu sér matadiska, leir matadiska, fóru út í móa og brutu það. Já. Og hann kom heim með 1 svona brot. Til þess að bara muna. Já, það er upp að vegg heima. Það? Já. Ó, fallegt. Bara, Einmitt. Og þau tala líka, ég er ofboðslega heppin með vini hans Haraldar. Já. Þau koma stundum bara að droppa við hjá mér og ég býð þeim heim, kannski 2 ári eða eitthvað. Þetta er svo ótrúlega dýrmætt. Já. Þeir voru með eitthvað dag eða eitthvað svoleiðis eða ekki fyrir hann? Já, hvernig var það? Við vorum bara, við hittumst og fórum bara
hvað heitir það, skemmtigarðurinn Já. Guðnesi, í svona smassrúm. Já. Það sem fórum bara brutum hluti. Ok, þannig að það var í þessu þema. Já. Einmitt. Og það var ótrúlega gaman og svo fengið okkur bara burger og bjóra eftir og pubquiz og eitthvað svona. Bara... Þetta er eftirhandegir. Já. Og þetta var þá svona dagur til heiðurs hans. Já. Það var svona í kringum afmælið hans. Já. Og svo höfum við hist heima og borðað hakk og spagetti. Já. Svo var hans uppáhald. Já. Og þetta gefur mér rosa mikið. Já, og þessi litlu svona, og þegar fólk man og maður finnur að þau þekktu hann svona vel. Eins og þegar við ákveðum að hafa hann hakk og spagetti, þá segir vinnur hans að já, og opbakaðan fisk. Já. Ég bara, já, alveg rétt. Hann elskaði líka opbakaðan fisk. Manni þykir svo vænt að það þegar fólk veit svona, sko, og man svona. Og maður einmitt, og ég get ímynda mér af því að hann var náttúrulega orðin tvítugur. Hvað var orðin tvítugur? 21, já, 21, akkurat. Að þá ertu náttúrulega með líka bara þitt eigi og þú vini og alls konar upplifun sem þú gerir, þú veist, bara sem þú átt bara alveg sjálfur, sko, að hvað er gaman örugglega að heyra bara vinina að segja eitthvað sem að þú veist ekki og þú veist, náttúrulega öðruvísi á okkur, þú veist, að því að hann var svo lítill. Já, þú vorst alltaf með hann. Við Halloween var alltaf svolítið svona hans og hann hélt Halloween party fyrir vinina og svona. Þannig ég tók það að mér núna, bauð öllum í Halloween party, allir vinir hans komu bara, þú veist. Og það var skreitt alveg bara helling og svo sátu við bara spjöllum og þá var ég ennþá að heyra nýja sögur af Haraldi. Það var æðislegt. Trúið því. Vá, en skemmtilegt. En þú talaðir að eða þú varst að segja að núna var þetta þannig að hann á afmæli. Hvaða dagur er það? 16. júlí. 16. júlí og hann deyr síðan 17. Já. Hvernig var það þegar kom síðan að þessu? Já, þegar kom 1 ár og það var 1 ár liðið og kemur afmælisdagur og dánadagur beint eftir og hlýtur að vera svolítið flókið. Það var það. Og það var semst, við hittumst heima hjá mér á afmælisdaginn hans. Eitthvað svona dætur mínar og systir og við borðum köku og eitthvað svona, þú veist. Og svo komu vinirnir daginn eftir. Þau ætlaðu að koma semst á afmælisdeginum hans, en þau komu daginn eftir og við bara sátum og spjalluðum og höfum kósí, sko, þú veist. Við tókum frí í vinnunni og þetta var ekki eins erfitt og ég bjóst við. Já. Einmitt. Og það er svona í þessu ferli sumt og komur á óvart hvað maður getur orðið rosalega uppgefin. Já. Á, þú veist, eins og í mandir við vorum að gangar á fötunum hans. Og þá komu stelpuna mínar, ég á 2 stelpur og systir mín og bróðir. Og við fórum bara gegnum fötin og þú veist, það var yndislegt kvöld. Það var bara, munið þegar hann keypti þetta og munið hvað var oft í þessu eitthvað svona. Og svo skiptuðu bara þessi vildi eiga þetta og þessi þetta og svo gáðu eitthvað og svona. Og það var geggjað kvöld. Svo þegar allir voru farnir, ég var svo gjörsamlega búin að því. Já. Bara orkan sem fer í það að taka upp hverja einstu flík ég bara þetta er eitt af mínum erfiðustu minningum að fara gegnum fötin og við sko, ég held að við hefðum örugglega beðið með það aðeins sko lengur ef við hefðum getað en í rauninni var staðan þannig að þegar Gunnar dó að þá vorum við ekki, að því að Pálmar var svo lítill, það var bara 4 mánaða, við vorum ekki búin að búa til svona nógu gott skipulag heima til þess að hafa fötin hjá hann báðum. Þannig að síðan bara Pálmar komið svo ótrúlega mikið af fötum og við vorum bara ekki með pláss eiginlega, við vorum bara svona, heyrðu, þú veist, við hefðum örugglega keypt eitthvað auka fataskáp, en síðan var hann dáinn og við vissum bara ekki hvað áttum að gera. Þannig að fötin hans Gunnars voru einhvern veginn, að taka upp heilan fataskáp og og það var bara rosalega erfitt að opna alltaf skápinn, þú veist, og vorum að sækja kannski útiföt, sko, á Pálmar og maður einhvern veginn alltaf að horfa á þetta, þú veist, bara hún svo með á hverjum degi og það var bara hrikalega sárt, sko. Og við ákvaðum bara einn daginn, bara nú gerum við þetta, sko, og þá vorum við búin að fara til sálfræðings og tala um þetta og og þegar Maggi vildi ekki gera þetta og bara skiljanlega
og ég sagði bara að þetta fara að valda mér svo miklum kvíða að við séum ekki að gera þetta. Það get ekki hugsað um neitt annað, ég bara alltaf hugsa um þessi föt. En bara, þú veist, bara ótrúlegt, bara hver einasti bólur var bara með einhverja sögu eiginlega bakvið, sko. Og þess vegna ákvað ég í rauninni að gera eitthvað úr því og ég tók sem sagt þessa bóli og ég og mamma mín, aðalega mamma mín, ég og meira svona hjálparella, við saumum teppi úr þessum, Já, úr bólunum í rauninni sem hann passaði í þarna þegar hann 4 ára. Þannig að þetta var svona, það var rosalega erfiður dagur, en síðan þegar við förum að gera teppið, þá var það einhvern veginn allt öðruvísi, af því þá var ég búin að fara í gegnum svona þess að... Ég lendi í ykkur svona gýr bara leðan í dáin, að ég fór bara að gera allt og ganga frá öllu bara strax. Og ég til dæmis fór strax að vinna, og því það hendaði mér bara. Já, algjörlega. Hann ég þar á miðvikudegi og ég fór að vinna mánudegi, þú veist, bara... Og ég pakkaði strax fötunum hans niður í kassa og svo náði bara í kassan og við fórum í gegnum það saman, sko. Akkurat. Og svo þetta bara svo skrítið, eins og rúmið hans, losa sig við rúmið hans og komið svona rafmagnsrúma þegar hann átti erfitt með að hreyfa sig í lokin og þá var ég bara svona, ég losa mig við rúmið. Mér fannst það eitthvað erfitt og svo hugsaði með mér, þetta var nú ekki beint drauma rúmið hans. Nei, þetta er sjúkrarúm, sko, ég ætla að losa mig við það. Og það er svo gott að geta farið þangað, að geta hugsað svona suma hluti, sko. Já, þetta er ekki það sem hann vildi. Nei, akkurat. Og svo auglýsti ég að gefins bara og þá hittist akkurat hann inn á einn vinur hans vantar rúm. Já, og þannig hann kom svo til rúmi og þá bara svona, Já, það er ótrúlega gott, Ég held að sko, ég náttúrulega get ekki sett mig í þín spor, ég veit ekki hvernig ykkar upplifun var nákvæmlega, en ég get ímyndað mér að sé öðruvísi ferli þarna, bara auðvitað fyrir alla alltaf er öðruvísi ferli þegar þú missir einhvern, en þú veist, af því að okkar kemur svona bara algjörlega upp úr þurru, sko, þú veist, hann alltaf bara deyr, bara svona gríðalegt sjokk, hann var ekkert veikur þannig, sko, þú veist, hann að ég get ímyndað maður sé búin að hugsa eitthvað alls konar, þú veist, ég ætla að gera þetta, kannski geri ég þetta svona þegar hann deyr, eða hvernig var það? Já, þetta var svoleið, sko, þú veist, ég hélt að ég myndi bara liggja og gráta, sko, en svo kemur bara, þú veist, að ég græt ekki, og ég græt ekki bara í hérbil ár og svo held ég líka til dæmis þess með vini hans ég veist að með mér allir ég verið eitthvað pirruð eða finnst óþægild að sjá þau vaksa og blómstra en það var akkurat öfugt ég fæ svo mikið út af því að sjá þau og svo eins og ein vinkona hans hendi mér skilabóð, hún var að byrja í háskólanum og þá fór hún að segja sko hún fann svo mikið fyrir missir þá að geta ekki rætta við Harald og geta sagt honum frá því og eitthvað svona. Akkurat. Og það er nefnilega það oft sem að kannski áður en maður hefur upplifað svona stóra missi að það sem að fatta kannski ekki sko að þú veist það er alltaf að koma aftur og eftir þú veist það kemur eitthvað nýtt og þá kemur aftur einhvern veginn hellist yfir mann svona önnur sorg sem að var kannski ekki búin að akkurat bara býttu það verður erfitt að gera þetta því að hann mun aldrei vita af sig að sjá þetta þú veist mér fannst lang erfiðast og finnst ennþá það er svona fjölskylduviðburðir það sem hann hefði verið með þú veist það er auðvitað fyrir mig að fara að hitta vinkonur og það sem að algjörlega en ég reyndi samt alveg og reyni enn ég ætla ekki að segja að ég sé komin yfir sorg að segja já ef mér er boðið eitthvað þó mér langi ekkert og oftast ekkert langar mér ekkert að fara ég segi bara alveg segir en og þetta var að hlakka ekki til neins og eitthvað svona mér finnst það skrítið það er rosalega skrítið við fórum til Spánar í fyrra og ég og stelpuna mín og tengdasonur og barnabörn og eitthvað og ég var bara þú veist þegar ég var bara leiðin út í bíl til að fara bara flugvél það bara, þetta er bara brjálega vinna sko ég alveg geti verið bara maður er svo þreyttur það er nefnilega ótrúlegt það bara kemur einhver svona sorgarþreyta einlega yfir mann sko sem er bara svona, maður verður bara uppgefin við bara
bara að bara hugsa. það, já, bara að hugsa og bara vera í samskiptum við fólk og maður þú veist, bæði þreyttur þegar maður að tala sorgina og svo maður líka þreyttur þegar maður ekki að tala hana og maður einhvern veginn að hugsa, hún alltaf og síðan maður ekki, þú veist, að segja það stundum, sko, og maður getur ekki, það ekki hægt að vera alltaf að tala þetta. Nei. Þannig að maður verður svolítið tala rosa mikið þetta. Já, ég líka. Og maður finnur líka alveg, þú veist, hverju nenn að hlusta og hverju ekki. Já. Og ég læti ekki alla komast upp með hann en eða ekki. Nei, einmitt. Eins og pabbi, hann kannski, þú veist, gamla skólana með eitthvað og ég fann það alveg að þegar ég var að tala við hann bara síma þegar hann var heim á landi. Og honum fannst það erfitt þegar ég var að tala Harald. Og ég held ég bara áfram samt og það var alltaf bara þögn hínum einn. En núna hann fann að taka þátt í samræðan. Já, akkurat. Og ég held bara að maður, þú veist, þarna þarf maður bara að hugsa þú veist, hvað þarf ég núna. Já. Veist, og svo þarf fólk bara að segja við mann ef þau þurfa að vera með einhver mörk, þá þarf það bara að geta sagt. Já, sem bara erstu til þetta. Ég get ekki. Já. Ekki, Nei, ég finnst það hringdi einn í mig, það var vinnutengt, svona við kunnustu hvort annað. Og hann segir eitthvað svona, hvað að frétta af ykkur? Ég segi bara allt gott. Hann bara, já, þið komin yfir þessa brekku? Já, mitt. Þú veist, ég hefði getið sagt bara, já, en ég gerði það ekki. Ég bara, nei. Nei. Og förum ekkert yfir hana, hún verður bara léttari. Já, mitt. Og það svona kom á hann. Já, en ég er bara ána með þig að geta sagt það, já. Af því að algjörlega fólk náttúrulega alltaf að segja eitthvað svoleiðis hann, sko. Og maður er bara, nei. Þetta er ekki þannig. Nei. Það er bara, þetta er ekki eitthvað svona verkefni sem að mér var úthlutað og síðan kláraði það, þú veist. Nei, heldur verður þetta bara alltaf partrammanni og maður bara finnir einhverjar leiðir, sko, til þess að lifa með þessu. En en ég hefði aldrei getað ímyndað mér það, þú veist, áður en þetta gerist hjá okkur að ég væri á þessum stað í dag. Nei. Og ég gæti lifað. Já, bara ég gæti verið bara líka glöð og ég get líka gert hluti sem að mér finnst skemmtlegir og og ég var svo kvíðin, ég gæti ekki verið, sko, bara góð mamma eftir þetta. Og ég man að ég var alveg bara, sko, ég held ég hafi bara sagt það mjög snemma, örugglega bara á fyrstu dögunum, náttúrulega allt í einhverju svakalegri móðu, en ég held ég hafi verið svolítið að segja það bara, ég get ekki verið eins mamma fyrir Pálmar. Nei. Það er bara ekki hægt. Og ég er það örugglega ekki, ég er örugglega ekki eins mamma, ég er náttúrulega mjög breytt eftir þetta, en ég finna ég samt ennþá, þú veist, svona þeir kannski eiginleikar sem ég hafði fyrir að ég kann bara ágætlega jákvæð og svona bara svona gleði, sko, sem að mér langar óslega mikið að svona að sé partur af lífinu hjá Pálmari og var partur af lífinu af Gunna. Langar að halda í það og ég er mjög, það hefur komið mér óvart að ég hef getað það, sko. Hann fær ekki, þú veist, hann veit alltaf bara ekkert hvað er í gangi, sko. Nei. Hann er bara, þú veist, þegar hann byrjar á kvöldin hann er frá að sofa, þá er hann svona að horfa upp og, þú veist, manstu Gunni, þú veist, og hann veit í rauninni ekkert hvernig hann er að tala við, sko. Þannig að hann segir, manstu Gunni, flugeldarnir, svo segir hann bara eitthvað. Og ég er náttúrulega með þykir ótrúlega vænt það, en þá er hann bara út í hann er búin að horfa á okkur, gera þetta, sko. Þannig að það er bara, þetta er ótrúlega flókið. Og ég get ímyndað mér þegar maður á, bara fullorðin börn eins og þú, hvernig það er að vera sjálfa syrgja, barnið sitt og síðan að eiga börn sem er líka syrgja. Það var einmitt það sem ég hugsa svolítið þú veist, þær misti bróðið sinn, ég misti barnið mitt, þú veist, við erum allar að syrgja en við erum ekki í sömu sorg. Nei, einmitt. Þetta er ólík sorg. Já. Og þú ert að syrgja strákið þinn og ég minn, en það er allt öðruvísi. Þú veist, þetta er allt eitthvað svona, það hefur ekki hjálpað mér rosa mikið þessir litlu guttar sem eru ömmurstrákarnir mínir, sko. Já, ég trúi því. Sérstaklega þessi eldri sem hann alltaf kynntist Haraldi. Já. Og hann talar mikið hann og og eins og til dæmis bara, þú veist, núna síðast helgina, þá var ég að passa þá og hann alltaf eitthvað böggast í litlu bróðu sinum og sem heitir Haraldur líka og og ég segi eitthvað svona, heyrðu, er þetta ekki bara komið gott? Bara,
þið geta skamma mig, kendi Haraldi Há þetta, hann kendi mér þetta. Eitthvað dýrmætt. Já. Var þetta, já. Hann bara, já, hann stríður eins og frændi. Einmitt, hann var stoltur af því. Já. Þú ætla ána með sig. Það er skemmtilegt, já. Og það er náttúrulega ótrúlega merkilegt að fylgjast með öllum öðrum líka. Já. Og ég bara átti bara mjög svona innlagt spjall við bróði minn daginn og hann var svona að segja mig frá því svona sinni upplifun sko, af bara, þú veist, að fá fréttirnar og koma á spítala og svona, og það, mér hefur fundist það rosalega erfitt að heyra hvernig það var fyrir aðra að heyra og hvernig þau hafa svona, já, þess svona, kannski fyrstu dagarnir eða fyrstu vikurnar fyrir fólk. Já. Af því að það bara kemur eitthvað svona, það er eins og að komi í rauninu svona annað, ég finn ekki neitt íslenskt orð, annað svona layers á sorginni hjá henni. Já. Bara bara heyra þeirra sorg sko, og upplifun. Já. Og þú veist, ég þurfti að setja sko stoppar á það, af því ég bara gat ekki heyrt það þannig í byrjun sko. En er svona hægt og rólega búin að vera að spyrja fólk og auðvitað er það líka gott að heyra út af því að síðan, þú veist, í bara svona sálfræðivinnu sem ég er í, þá er ég líka bara að reyna að púsla þessu saman. Þú veist, af því að maður er bara með einhverja svona, ég með þetta einhverjum svona pörtum, sko, í minningunni. Þannig að, svo er þetta bara alls konar. Maður er bara í einhverju, stundum einhverju algjöru. Já, algjörlega lumpa. Ég fór í veikindafrí, sko, ári seinna. Akkurat. Þú fer bara beint að vinna. Já. Og bara það sem heldur þig gangandi og svo allt í henni kemur eitthvað. Já. Svo var þetta bara orðið, þannig ég bara, þú veist, ég bara beið eftir að geta að fara að sofa og ég vaknaði þreytt og allt þetta. Já, þú varst komin á þann stað að þú varst bara fara í vinnuna, koma heim og bara bíða, bara hvenær get ég fara að sofa, hvað er langt núna? Já. Þetta var svona, og ég deyfði mig með svona sjónvarpsglápi. Já. Ég var aldrei í þögn. Alltaf bara með kveikt á sjónvarpinu og kveikt á YouTube þegar ég var að sofa eitthvað sko. Og svo talaði læknirinn og læknirinn sagði bara, það er löngu tímabært að fara í frí. Og hún bauðst til að skrifa upp á vottor fyrir mig alveg 6 mánuði. Já. Og ég vildi það ekki, ég sagði henni bara byrja á mánuði og ég myndi svo bara sjá til. Og ég var alveg 3 vikur heima og það var bara að gera mér mjög gott sko. Já. Sem að það gerði ekkert og aðra dag þá var ég bara, þú veist, líf og njóta og eitthvað svona. Það var, já. Og ég er ofboðslega heppi með vinnuumhverfi og vinnuveitundur sko. Já. Bara, það er svo mikilvægt að það sé skilningur. En ég held að þetta sé mjög algengt sko að fólk ætli að tækla sorgina á ákveðin hátt. Já. Svona eiginlega eins og maður ætli að vera bestur í því að syrgja, eða þú veist, það hljómar útrúlega skringilega, en örugglega sérstaklega þegar maður veit að manneskjan er að fara. Já. Auðvitað er það alltaf samt áfall, en að maður sé örugglega eitthvað í hausnum sínum svona eitthvað neginn svona, þú veist, já, þetta verður erfitt, en ég get þetta, og maður er búin að búa eitthvað til, þú veist, og síðan bara kemur þetta og er eitthvað neginn öðruvísi og maður kannski keyrir sig áfram í einhverju og svo bara allt í einu segir líkaminn stopp, sko. Svo þegar fólk segir svona, já, þú ert nú svo heppin og fékkst að kveðja. Já. Það var svona, hvar er heppnin í því? Bara engin. Nei. Já. Ég var svona heppin, ég man þegar einhver sagði við mig, orðið heppin eftir þetta. Og var að segja eitthvað svona, svo heppin, hvað, það verður auðvelt fyrir þig að fá sálfræðihjálp. Já. Ég eitthvað svona, bara, það má eiginlega bara ekki nota orðið heppinu um mig, þú veist, það má bara ekki segja þetta orð, þetta var bara svona, ég tók þessu mjög nærri mér, en það var líka bara mjög snemma, og ég var bara ótrúlega viðkvæm og mátti ekki segja neitt sem var eitthvað svona, já, heima hjá mig, bara heppin, já, ég er rosalega reið, en já, það er, maður verður náttúrulega mjög skrítin með sögum orð og vill ekki heyra sumt sko, en svo skilur maður þegar maður fer í rökhugsunna bara hvað þau eru að meina þetta, þú sumir fá ekki hjálp eða fá ekki akkurat. Þetta er svo, mér langaði að koma að með Landspítalann og bara heilbrigði starfsfólki í landinu, alla sem að koma að hans veikindum,
það var semst, hann var fyrst á Barnaspítalanum og svo hann á Landspítalar Hringbraut og svo hérna líknadeildinni í Já. Kópavogi og stundum þurftu að fara í Keflavík og þetta var bara allt alveg 100% fólk. Ég get ekki losa maður nú. Og svo ég var að segja frá mér læknirinn hans sem að hringdi í mig stundum á kvöldin til að hvernig ég hefði það og hvort ég væri að fá hjálp og allt þetta. Það náttúrulega bara magnað. Já. Og einhvern tíðan sátum við og spjalla saman og hún var farin að gráta læknin, hann læknin, hún læknin, og kona. Já. Og já. Það bara, út að maður náttúrulega heyrir svo ofta neikvæða og auðvitað margt sem ábótavant, en það líka svo gott að heyra hvað mikið og maður veit það hellinga fólki sem að bara gera sitt allra besta í vinnunni og að standa sér svo vel og margir sem bara ótrúlega mannlegir og þú veist eins og þetta bara hringi þig inn til þess að athuga hvernig þú hefur það sko, náttúrulega ekki. Þetta skiptir rosalega máli. Já. Alveg bara. Og hvað sko, maður finnur þarna hvað það meira sko kerfið heldur en fólkið. Já, algjörlega. Sem ofta bregðast sko. Já, að þau sko bara, fólk verður bara alveg úrvinda, bara vill gera sitt besta en bara búin með sitt batteri, bara skiljanlega. Þannig að já, það, þú veist, ég fekk alveg svona hlýju hjarta sko, að heyra það, að þú hafa þessa reynslu. Það bara ótrúlega jákvætt og gott að heyra. Og hljómar eins og hann hafi líka sko verið góður í því að gera aðstæðunar, þú veist, eins og þú veist að lýsa með hennan hjúkrunarfræðing og svona, þú veist að hann gat greinilega svona búið til bara svona tengst sem bara ótrúlega gott. Það segir aðra skemmtilega sögum. Já, endilega. Það hann var alltaf í eftirliti og það alltaf þessar spurningar, þú veist, nær það að sofa og nær það að borða, nær það að hafa hægðir og hafa komið svo upp í koka þessar spurningum. Og svo erum við að fara eitthvað bara í eftirlit og ég sé alltaf við það því ég fór alltaf með hann og hann segir eitthvað, getur þú ekki bara farið, þarf ég eitthvað að fara? Já. Ég segi, jú, þú þarf nægilega svolítið mikið að vera á staðnum sko. Og hann bara, ok. Svo komum við til læknisins og hann bara labbar svona inn í stofuna og segir ok, ég að borða, ég að sofa og ég búin að kúka, má ég fara? Og þetta náttúrulega bara létti bara á öllu, þú veist, lækninum allt bara. Ok, trúi því. Þetta rosalega góður eiginleiki að hafa sko, í gegnum svona. Að geta líka, og maður finnur það í sorginni, hvað húmorinn hjálpa manni líka. Og bara það bara nauðsynlegt að geta líka bara, hvað var þess að segja við okkur áðan, bara hvað þetta skrítið, þú veist, það getur bara hlegið það líka, vera ekki alltaf bara ótrúlega brjáluð og tens og bara yfir öllu, þú veist, við hefum svo oft farið heim þar sem við vorum bara, þetta var spes, en þú veist, sem manneskja bara reyna að tjá sig og það bara alltaf læg, en bara þetta var svolítið sérstakt. En ef þú lýsir Haraldi svona, ef þú myndir bara velja nokkur orð eða setningar, hvernig myndir lýsa honum? Sko, hann var svona mjög þrosku sál, gömul sál og hann hafði ofboðslegan áhuga á öllu sem tengdist víkingum og hann talaði alveg frá þeim fór að hann talaði stanslaust svona eins og gamall maður. Ég var spurð að því sko þegar hann var á leikskóla hvort hann væri mikið hjá ömmum sínum og öfum sko. Sem var alls ekki máli. Bara hvaðan hann að fá hann bara orðaforða og þessa hugsun og hann var náttúrulega ofvirkur fyrir allan penningin sko og hann átti auðvelt með að læra og allt sem hann fannst áhugavert drakk hann í sig sko þess að einhvern tímann fann hann hjá pappa mínum svona bunkaða blöðum lifandi vísindi þú veist þá var hann bara krakkið þá sko og pappi gaf hann blöðin og hann drakk þetta í sig og svo fann hann að ræða þetta við mig og eitthvað sem hann las í lifandi vísindum og ég veit ekki hvað það tala. Nei, hvað var hann gamall þarna? Hann hefur verið bara svona kannski 12. Já, mitt. Svo náttúrulega var hann alltaf eitthvað að leika sér og æfa körfubolta og fór svo að æfa hnefaleika
og þá bara var hann komin með sitt sko, hann elskaði nefaleika og æfði, fór erlendis að keppa og sagði við mig einu sinni að honum fannst erfiðar að heyra læknirinn segja að hann myndi ekki aftur geta keppt í körfubolta heldur en þegar það var sagt við hann að það væri ólæknandi. Wow. Já. Og hann var með þjálfara í Keflavík sem var bara í einhverju guðatölu hjá honum sko, það var alveg saman hvað þjálfarinn sagði, það var bara það var bara rétt já, hann var ofboðslega stríðinn líka gat alveg bökast í systurinn sínum út í það óendanlega sko. Ég hef oft sagt það við eldri stelpunum mína sem að átvað stráka, þetta er bara karma sko, því að strákun hennar er alveg nákvæmlega eins og Haraldur í skapgerð stríðinn og ofvirkur. Það er bara skemmtilegt. Já. Það er skemmtilegast af fólki sko. En hann var alveg svona sko, mín staðsta klappstýra í lífinu. Það var alveg sama hvað ég var að gera, ef það var eitthvað gott að jákvæða, þá hvatti mig áfram alveg bara endalaust. Og hann var líka snöggur að láta mig vita ef hann fannst það ekki rétt sem ég var að gera. Já, ég get ímyndað mér að það sé líka skrítið þegar þú síðan gerir eitthvað í bara lífinu sem þú ert stolt af eða að bara, já, einmitt, hvað hefði hann sagt? Já. Gerir það ímyndar að þér? Já. Og ég stundi segi bara að Haraldur hefði haft gaman að þessu eða eitthvað svona og fyrst á eftir sko, þú veist, maður var að gera eitthvað að sjá eitthvað á netinu eitthvað bara svona þetta hefði nú sendið á Harald og ég sagði við stelpunum mína, þú veist, sendi bara á hann og þær gerðu það sendi snöpp bara, þú veist sendi bara samt á hann, já, akkurat einmitt, ég hef oft hugsað þetta hvað er öðruvís að syrgja núna þegar við erum með þessa tækni sko og við erum, þú veist, með alls konar myndbönd og myndir út af því að ég er búin að hlusta svo mikið á hlaðvörp sorg og það eru svo margir sem er að segja bara ég hef ekki heyrt, þú veist, röddin hans síðan hann dó og bara þau mun ekki hvernig röddin hans var þú veist, eitthvað svona sko ég bara vá hvað það er sérstakt að vera með þetta einhvern veginn, maður getur bara hort á myndband og maður bara upplifir bara, þú veist, sorgin verður einhvern veginn svo ég veit ekki hvort að þú veist hrá er rétta tilfinning en samt maður er einhvern veginn bara að horfa og maður langar bara að vera þarna og maður getur það ekki, þetta er rosalega sérstakt sko. Þannig að þetta er svona ný tímamót í líka því að maður er að syrgja með þessa tækni og maður getur, þú veist, bara sem daginn ég var reyndar alveg mjög efins með að gera þetta sko en ég setti mynd af honum í svona, þú veist, þá er þetta að sjá svona hvernig fólk eldist og ég var bara, ég er svo forvitin sko, mér langar svo að sjá bara svona hvað, þótt þetta sé að veit ekki, þú veist, maður veit ekkert hversu rétt þetta er sko, en bara svona sjá bara, já, hvernig hefði hann verið fullorðinn eða, þú veist, og það alveg fór með mig sko, þú veist, ég bara, já, þú veist, er þetta gott, er þetta ekki gott, þú veist, maður svona eiginlega veit það ekki og stundum hef ég alveg þurft bara að taka pásur að skoða myndir sko, og myndbönd bara þetta er bara mikið það var einmitt sko þegar afmælisdagurinn hans var þá voru akkurat hittist nú þannig að það voru svona tvær stórar heliumblöður heima sem að strákarnir litlu voru eitthvað að leika sig með og það var 5 báðar sko og Þorleifur sem stöðum með strákurinn minn, hann vildi festa þær upp á vegg og hann sneri annar við þannig að ég var 22 og hann segi eitthvað svona, já, er ekki Haraldur 22 ára? Og ég er bara svona, jú eigum við ekki leyfa honum að eldast með okkur akkurat ég get ekki haft hann alltaf bara 21 í hugan sko, hann verður að fylgja akkurat, þannig að þú verður með bara, þú veist, 22 og svo bara, einmitt ég er að gera öfugt sko, ég er eiginlega sko já, ég var mjög lengi að hugsa að því við sko slepptum blöðru ég held að sé bara af því að þú veist, ég fekk ekki að upplifa hann sem úling eða ég fekk ekki að upplifa hann sem þú veist, hann er bara barn fyrir mér og ég veit ekki, mér finnst eitthvað svona skrítin, kannski breytist það ég veit það ekki sko, mér finnst eitthvað svo skrítin tilhugsun að segja 15 ára
eða 16, þú veist, einhvern tímann seinna sko, já, að því mér finnst hann bara vera 4 já. en það er alveg skemmtilegt að heyra að þú sért með akkurat hina sínuna sko, já, að því að þetta er nákvæmlega það sem að, þú veist, maður sér í sorginni, að það er svo, maður er bara með svona sínar hugsanir þetta og hvað sko, hvað manni finnst bara rétt að gera hjá sér og það er rétt, bara það sem maður sjálfur finnur. Já, algjörlega. Þannig að það er bara, þá gerir maður það bara. Og ég mitt eins og ég segi, ég veit ekkert hvort það breytist, kannski allt í enn maður bara, jú, þú veist, ég vil hafa þetta 10 ára afmæli eða eitthvað. Ég veit það ekki. Þá bara gerir það. Já, þá bara gerir ég það þá, þú veist, það bara, maður verður einhvern veginn að vera svolítið líka góðu við sjálfa sér, sko, og bara, sýna sjálfu sér svolítið mildi þarna. Bara, það má alveg skipta skoðanir eða breyta einhverjum hefðum á afmælisdeginum þeirra eða dánadeginum. Já. Það er ekki að vera alltaf bara það sama. Já. Einmitt. Ég hef hugsað það svolítið með kirkjugarðinn til dæmis. Já. Þú veist, þú veist, mann er langar að gera eitthvað ákveðið og síðan er maður svona, þú veist, ég fær samviskubit ef ég mæti ekki, þú veist, svona oft eða gerir svona, þú veist. Þannig að síðan þarf maður líka að vera bara, þetta er náttúrulega bara staður sem að bara, þú veist, ég get minnst hans hvernig sem er og hvernig sem að, þú veist, en þetta getur alveg verið flókið, sko. Já, mér fannst það svo gott að koma einn vinur hans, kom til mín og sagði, sko, hann var einu sinni búin að fara upp í garð, hann er svolítið síðan, sko, en hann sagði, en ég fann ekki neitt. Nei. Ég sagði, og þá er það bara allt í lagi, sagði ég. Ég sagði, þú getur alveg bara að fara út í garð hjá þér og tala við hann, eða, þú veist, eða út í bíl eða eitthvað, þú veist. Já, það er bara... Ef þú hefur ekki þörf til að fara upp í garð, ekki fara því að samfélagi segir að gera. Nei, akkurat. Mér finnst það svona kannski aðalega að vera eins og þú upplifir líka af því að maður er mamma, þú veist, eða foreldri bara yfir höfuð, að þá er þetta, þú veist, maður vill ekki að leiðið sé ekki fallegt, þú veist, maður vill ekki að það sé ekki vera að sinna því. Nei, og þú veist, og þá, ég fæ algjörlega þessa ábyrgðartilfinningu sko, og mér langar rosalega mikið að gera að þetta sé fallegu staður og þegar fólk kemur að það sé fallegt og svona. Þannig að það er náttúrulega öðruvísi, að maður er ekki svona, þú veist, maður er með þessa tilfinningu. Svo fæ ég líka svona, sko, því að hann er eldri og eldri vini, að það er svo oft sem ég kem á leiðið og það eru lifandi blóm. Já, og það er svo gott. Og það hver ætla hafi komið? Maður er eftir einhverjum gískuleik bara, hver komið þetta? Og það segir mér aldrei neitt til að fara. Nei. Þú veist, það er svona fólk, það má segja við mig. Svo fannst mér skrítið þegar við vorum að kaupa leggstein. Já. Þegar hann deyr og þá tekið frá við hliðina á honum pláss fyrir mig. Og svo förum við, ég og stelpuna mínar og systir mín, og við förum og skoðum leggsteina og ákveðum að kaupa þarna. Og þá fyrir maðurinn að segja bara svona, já, en hvernig verður með framhaldi, er eitthvað frátekið við hliðina á honum og eitthvað svona. Bara svona, já, það er fyrir mig. Þá bara, já, þá var hann oft ekki svona stærri og svo hann bara færður og settur svona fyrir miðju. Og þú veist, bara hér hvíla mækinin, þú veist. Og þau bara svona, já, ok, já, kaupum þetta. Og svo komum út og ég sagði bara svona, aldrei bjóst ég við því að ég myndi fara að kaupa minni í leggstein. Einmitt. Þetta er galið. Já. Ég algjörlega tengi við þetta, sko, að bara stundum stendi í kirkjugarðinum og horfi á þessi út að við erum með, sem sagt, sitt hvorum megin hliðan, sitt hvorum megin við hann. Já. Og þetta er bara svona þetta er svona minning sem er mjög, kemur mjög oft upp hjá mér þegar hann var að spyrja okkur hvort við vildum taka frá hliðan á hann. Og ég var bara eitthvað svona í einhverju algjöru bara, þú veist, bara hausin út allt og eitthvað, ég bara, já, ok, og eitthvað, svo sagði ég við Magga, býtum, hvað með Pálmar þá, og Maggi horfði á mig og bara, já, Lilja, vonandi verður hann bara með sína fjölskyldu og svona, og það er eitthvað, þú veist, næstu ég fyrir að gráta núna við að segja, út af því að það var eitthvað sem að bara tók mig aftur, þú veist, líka, bara já, Gunnar er ekki og verður aldrei með það og við verðum þarna hjá honum. Og svo stendur maður í kirkjugarðinum og horfir á þetta, þú veist, bara eitthvað þarna verði, þú veist, þetta er rosalega skrítið. Þetta er alveg svona, já,
bara Já. surrealist, Já. sko. Af því, þú veist, svo liggjum við stundum svona á leiðinu og eitthvað að spjalla og þá kemur allt í einu svona, ok, þetta verður loka staðurinn minn. Þetta er svo skrítið. Já. Þetta er svona næstu eins og maður sé að svindla eða eitthvað svona, þú veist, að Já. maður veit eitthvað svona sem maður á ekki, ég veit ekki, Já. þetta er eitthvað skrítið, sko. mjög skrítið, En samt, þú veist, vill maður gera þetta. Já. Þú veist, maður vill alveg vera með skoðanir og ég held að það er eitt af því sem að ég hafði aldrei pælt í áður, ég hafði aldrei hugsað, þú veist, eitthvað, já, þetta, ég myndi vilja hafa svona og svona í jarðarförinu minni eða þannig, en núna hef ég, þú veist, maður er alveg búin að hugsa alls konar. Var hann með skoðanir? Já, hann var með alveg mikla skoðanir Já, og jarðarförin var bara algjörlega hans, sko. já, Hann til dæmis vildi ekki hafa eitthvað svona, hvað segir maður, vesen, ok, svo honum fannst það kannski. já, Þannig að það var bara, semst, í erfidrykkinu var til dæmis bara flatkökur, kleinur, that's it. já, Nema hann var ægilega harður á því að það yrði boðið upp á tequila ok, í jarðarförinni ok, og hann rætti þetta við læknin og allt saman og það bara hérna, það var bara að vera stemning. já, Bara að fagna lífinu. já, Mhm. og hann sagði með það, þú veist, það svo bara, þá ekkert að vera eitthvað að gráta yfir ég sé dáin, heldur bara að halda upp að ég lifði og eitthvað. Mhm. Og svona, já, þú veist, tvítugur, hvernig Já. getur þú verið að segja svona? Einmitt. Þannig að það var keypt tequila Ok, og staup og svo var bara, þú veist, sítrónsafi fyrir þá sem ekki mega drekka tequila já, og þá var, tók allir þátt bara. já. Þetta var geggjað, allir bara Vá, skál já, fyrir halla bara, og bara tequila, sko. já, Einmitt. svo fóru allir vinnir hans, gerðu bara eins og hann var búinn að segja að mig gera, Mhm. fóru bara og dutti það Já, eftir, já. byrjuðu bara að fara eitthvað held ég á kaffihús og eitthvað Mhm. og svo bara, Af hverju tequila? ég veit ekki Nei. af hverju honum datt það í hug. Bara eitthvað Bara, svona... já, þetta er eitthvað svona, ok, eitthvað. Já, einmitt, ég var um að hugsa þetta er svona örgla versta skotið, sko. Mm. Eða fólki finnst mismunandi en ég er Já, alveg ekki, já. maður er ekki peppaður í þetta. Og þetta, svo var þetta bara svona gegnum gangandi eins og þegar við fórum hana í hana skemmtigarðin, Mhm. þá byrjuði Þá allir bara að tequila. tequila staupi Já. bara, þú veist, eitt skot og, Einmitt, og, Já, og það er eins bara og við skemmtilegt. heldum eitthvað partí heima þá já, til að komast inn þá þarfst að fá þér eitt tequila skot. einmitt. Þetta er ótrúlega merkilegt með jarðarförina að maður er einhvern veginn svona, þú veist, ég vill ekki vera, þú veist, að koma allan í mig svona eitthvað mótlæti, þú veist, bara var eitthvað að plana jarðarförina hjá barninu mínu, Já. þú veist, það er náttúrulega bara, Það er Já. eitthvað svona, maður maður á á ekki að gera bara einhvern veginn, manni finnst það. Mhm. En síðan sko, og þú veist, út, ég var búin að vera bara, ég veit það ekki, mér er alveg saman. Þegar fólk var að spyrja mig, hérna, þú veist, ef að hafa svona blóm, þú veist, ég veit það ekki. Svo allt í einu kom bara eitthvað svona, þegar fólk var bara, ok, við gerum bara þetta, það var ég bara, nei. Já. Þú veist, og þá var ég með rosalega mikla skoðanir. Og þrátt fyrir að vera bara ósofin og ekki að borða og ekki, þú veist, valla vakandi, að þá samt var ég með mjög mikla skoðanir og jarðarförin var rosa mikið hann. Já, Og í rauninni var það bara mjög fallegu dagur, sko, þótt hann var hrikalega sár og erfiður. já, Já, fyrir mitt leyti var kistulagningin, sko, 100 sinnum verri Já. og bara alveg bara hræðilegu dagur. En jarðarförin var örugglega líka af því að maður tók eitthvað út þarna í kistulagningunni. já, En jarðarförin varð svona, já, það var bara, þú veist, hans, þú veist, á kavíarbrauð sem var hans uppáhald, sem Já. bara vildi það í öll mál, hann var alltaf að spyrja hvort það mætti fá kavíarbrauð, sem ég finnst bara persónulega ógeðslegt, sko, og svona kavíar á puttana og eitthvað, og bara fólk sem hafði ekki bara kavíarbrauð sem var lítið bara, þú veist, þau voru börn, sko, það voru samt að fá sér, og síðan hengdi við upp, sem sagt, myndir í erfðadrykkjunni og fólk mátti sem sagt taka heim mynd þar sem þau voru á myndinni. já. Þannig að þú veist, þú gast tekið mynd, þá var þetta bara svona allan salinn og þú gast tekið mynd, þú veist, með þér heim Já, af þér og honum. Já, Já. já. En ég var náttúrulega eitthvað í einhverju algjöru bara rugli að reyna að fara í gegnum alla myndirnar og þú veist, síðan bara gat ég ekki og ég, þú veist, þetta var svo hrikalega mikið magn líka, Já, já. bara tekið svo mikið af myndum á honum að ég enda á að bara
ég held ég hafi gefið vinkonum minni í alvörni 800 okkur myndir og var bara, getur þú bara passa að það sé svona einlega bara langflestir, þú veist, á einhverju mynd og bara, ég veit ekki hversu langan tíma það tók fyrir hann að gera það, sko en hún gerði það fyrir okkur þannig að ég fór ekki, sko, í jarðardrykkjuna ég fór heim eftir jarðarförina þannig að ég hef bara séð myndir að því, sko síðan var, bróðir hans Magga og konun hans þau bökuðu sjóræningjaköku af því að hann var búin að biðja það fyrir 4 afmæli sitt og hann fekk ekki halda upp á það því að hann var bara komin upp á spítala þegar hann var 4 eða nei, hann var í rauninni það var fyrsti dagurinn í veikindum þannig að hann var ekki búin að fá að halda upp á afmæli sitt svona. Þannig að þessi sjóræningjaka var þarna í jarðarförinni og ég held, mér minnir einhvern veginn að hún hafi sagt að það engi þora að fá sér af henni en ég veit ekki hvort, núna veit ég ekki alveg hvort mér dreymdi það ekki, en kannski var það þannig það var allavega, þú veist, það var alveg smá svona sást, sko það var svolítið skrítið en ég var bara búin bara eftir jarðarförinu var ég bara búin trúið, sko en jarðarförin hans var svona maður getur sagt svona létt það var svona mikið sagt svona eitthvað skemmtilegt hann og töluðum með vininni, sko, þau voru grátandi og svo hlóðuðu í gegnum tárin og eitthvað þannig og þessi prestur var náttúrulega alveg bara geggjaður, talaði mikið við okkur mig og systur mína og dætur mínar og eins við vinina hitti þau, sko, og spjallaði og fekk sögur og svona, þú veist þannig það var bara hvaða prestur voruð þið með? Undir Bolli Þetta ótrúlegt starf þarna að fara mitt og tala við fólk og búa til þessi minningarorð þetta bara ég var einmitt bara í þetta var bara eins og þú veist, við fengum þetta þú veist, fengum að heyra að lesa þetta yfir, sko og ég bara grét og grét og grét og grét hann gerði þetta svo fallega og ótrúlegt en satt, þá var líka einhver húmor í þessu sem var eiginlega bara ótrúlegt hann náði að segja sögurnar eiginlega bara eins og hann þekkti hann þú veist, eins og hann hafði bara verið á staðnum það var svo skrítin og var alveg bara bara þú veist, ég var bara hitt hennar mann fyrir nokkrum dögum eiginlega og hann bara að tala eins og hann hafi alltaf þekkt hann, sko þannig að það, manni þótti ótrúlega vænt það svo þótti mér líka rosa vænt að það var, ég fekk allt einu bara skilaboð frá einu vinans Haraldar sem ég hafði lítið hitt en svona, hafði samt hitt hann og hún langaði sem sagt, hún bara síðastu sumar að gera svona minninga fótboltaleik og svona Harald og sagði hvað, veist, hvort að mér væri sama og þá það bara svona til styrta mér og eitthvað svona og ég bara, það er bara mjög fallegt og bara ég get hjálpað og svo náttúrulega tala hann við fullt af frægu fólki sem kom bara og spiluðu fótbolta í Vogunum á móti vinunum hans Haraldar það var fallegt og við söfnum að því að ég þurfti ekki á nefnum söfnun að halda þannig að hann spurði hvað ég vildi gera í peninginu hann gaf mér það í Kraft sem fyrir krabbmeinssjúka unga einstaklinga og þetta var, sko, það var ógeðslegt veður það var rok og rigning en stemmingin, hún var svo geggjuð. Þetta var bara, það var allir bara blómstur hann og ég held að við safnast eitthvað 600.000 eitthvað. Bara, þetta var bara æði. Og þetta bara greinilega svona líka ná, sko, hans svona, þetta er svona í hans anda. Þetta sé svona skemmtilegt og allir bara einhvern veginn í sínu og það er ótrúlega skemmtilegt. Og ég held að út af fólk oft einhvern veginn veit ekki hvað þá að segja, veit ekki hvað að gera og þú veist, finnst oft eins og þau þurfa að gera eitthvað svo stórt og sumum, þú veist, mikla oft svo mikið fyrir sér. Hvað manni, sko, manni þykir vænt allt það sem það er hugsað til þeirra. Þú veist, það þarf auðvitað ekki alltaf að vera eitthvað svona stórt og auðvitað er ótrúlega gaman þegar eitthvað svona gerst og manni þykir svo vænt það. En bara það að fólk ennþá, þú veist, tali þau og þú veist, segi bara ég mann þegar hann gera þetta eða þú veist, þetta bara þýðir miklu meira fyrir mann heldur að maður geti einhvern tímann lýst að fá að heyra bara að aðrir séu ennþá líka hugsa þau og að minningin lifi þannig áfram
að því allir segja þetta, eitthvað svona, já, við munum halda minningunum lofti, en síðan að gera það í alvörunni, þú veist, að vera að taka hann inn í umræðina og segja, hérna, hvernig haldið að hann myndi, þú veist, ræðast í þessu, bara þetta, bara svona lítil atriði eru risastór fyrir manni. Þess að ég held á hérna litla Harald daginn og hann eitthvað að láta sér kjána og ég bara, hann frændinn og er mér sko alveg að fíla þig eða eitthvað. Já, þú væri ánægð með mig. Já, væri ánægð með mig. Algjörlega, það væri bara stoltur bara hana. En hvað finnst þér hafa hjálpaði mest? Hvað bjargráð svona fannst þér, ef þú værir að miðla til hérna hlustenda, bara hvað bjargráð hjálpaði þér mest í þessu ferli? Já, að bara að fara út. Hvort sem er að labba eða bara fara að standa fyrir þetta, bara að fá skúrefni og fara út úr húsi. Það var svona, ég minnst að fóru að keypti mér hérna svona reiðhjól. Já, vel gert. Og það var bara geggjað að komast út. Þetta er magna, maður alltaf bara, já, ég veit þetta, eitthvað, svo fer maður út og maður alveg, já, býttu. Já, alveg rétt. Já, svo maður gleymið því inn á milli, sko. Svo finnst mér líka rosalega mikilvægt að í bara allir umræðu nú orðið að leita sér hjálpar. Þú veist, ég hef aldrei farið og hitt sálfræðing eða eitthvað svona, sko. Og fyrst alveg bara svona, ég þarf ekki sálfræðing, sko. Já, akkurat. Svo fór ég að fara, ég byrjaði að fara, sko, í veikindunum hos Haraldar. Það var alltaf að segja við mig, erst þú að tala við eitthvað og þarfst þú ekki að vera að tala við eitthvað og eitthvað. Ég bara, nei, ég er góð. Og einhver sagði svo við mig, það er betra að byrja fyrir en seinna. Ég bara, ok, skal ég gera þetta fyrir þig. Já. Ég finnur mig. Og ég fór, hitti sálfræðing og ég sem með mér, hann segir örugglega bara svona, já, þú ert bara alveg að standa þig. Þú ert svo flott. Já. Svo segir hann bara við mig, bara, já, ég held að það sé best að við hittum svona vikulega til að byrja með. Já. Þú bara býttu. Ég bara, hún er eitthvað að lesa villust í mig. En já, það er rosa mikið atriði að fara að tala við. Já, algjörlega. Alveg bara. Og svo ótrúlega, sko, maður þarf eiginlega að vera með það hugafar. Það er engin annar sem að getur, þú veist, þú átt bara þinn heila sjálf, sko. Já. Og þú veist, það er engin annar sem þarf að hlusta á þig, skilur þú veist, allan daginn, maður er náttúrulega að hlusta á sjálfan sig, sko, allan daginn og ef að það, þú veist, sjálfstalið er ekki í lagi, þú veist, ef maður er komin í eitthvað alls konar og maður er að, þú veist, hugsa einhver atriði hérna, svona erfið augnablik er að koma aftur og ég held sko að fólk haldi oft að þurfi ekki að fara til sálfræðings af því að þeim finnst bara eins og þau séu bara að góðum stað í lífinu, þau bara, já, nei, ég bara, þú veist, mæti vinnu og ég ger þetta og hérna, en síðan þau kannski alltaf pirruð, eða það með rosa stuttan þráð, eða bara geta, þú veist, þoliki þegar fólk fer að tala um eitthvað alvarlegt, af því að þeim finnst það svo pirrandi og þú veist, að það eru merki að það er kannski alltaf lagi að fara að kíkja á okkur og hjálp og segja, heyrðu, já, hérna ég vil kannski ekki alltaf vera hérna alveg ótrúlega típan. Já, ótrúlega tens einhvern veginn. Þannig að hérna, ég held að fólk halda maður þurfi næstu að vera bara líka í, sko, og ekki fólk alveg, ég veit alveg mjög margir vita bara, þú veist, það sé rosa gott að vera til sálfræðings, en margir, já, eru þarna kannski. Bara ég þarf ekki að fara, þú veist, ég er ekki að þannig stað, en bara ég held að allir hafa gott að því í lífinu, alltaf. Þú veist, það er rosa gott að fá einhvern, hérna, óháðan aðila til þess að segja bara, já, býttu, akkur heldur þú hugsið það? Já. Þetta er eins og ég upplifaði tímabili, sko, alltaf ef ég sá kannski bara eitthvað látin í sjónvarpinu eða eitthvað, þá kom alltaf Haraldur kaldur upp í huga minn. Já, akkurat. Þú veist, eins og að vera í kistulækningu. Já, einmitt. Sem er bara áfalla streituröskun. Já. Kemur svona, Og hún sagði það minn, sko, þú veist, þetta er bara áfallastreituröskun. Já. Og ég þurfti svolítið bara svona að tala um þetta og vinna mig frá þessu. Já, það var bara nákvæmlega sami á mér. Já. Það var bara svona, þessi kistulagningadagur, bara sú mynd var bara koma aftur og aftur. Og þetta var alltaf að koma aftur og aftur, þú veist. Bara ef ég, einmitt, eins og þú veist að segja áðan að svona deyfa sig með, þú veist, sjónvarpinu, þú veist, ef það var þögn í smástund,
eða þegar ég var að fara að sofa og ég var ekki, þú veist, að hlusta á eitthvað að horfa þá bara kom þessi mynd og ég bara, þú veist, ég átti svo ótrúlega erfið, já, hann bara alveg heldtók mig og einhvern veginn ég var alltaf eitthvað svona að reyna ótrúlega mikið að koma í burtu og bara einmitt náði ég stundum ekki alveg, sko, en þá var ég alltaf að reyna að gera eitthvað annað, bara ok, bara horfa á eitthvað eða hlusta á eitthvað, þannig að ég sé ekki hugsa um þetta og búin að vera, sko, í ár að vinna með þetta og í sko svona mjög litlum skömmtum þannig að þú veist ég fer til sálfræðings en sem bara í lokin, bara seinustu 10 mínúturnar erum við að tala um kirtlalækninguna þá ég í svona áfalla meðferð sko bara með þetta augnablik og það bara, þú veist, auðvitað er þetta ótrúlega erfitt þetta er ekki, ég er ekki spennt að fara inn sko, ég elska sálfræðinginn minn ég sko dýrka hana, en ég er ekki spennt að fara inn bara af því að ég veit, ég veist bara mann líður sem að sé komin ánga aftur eiginlega en síðan með tímanum að þá, mamma sagði við mig daginn einmitt, hún bara, og hún var alltaf að spyrja mig hvernig verð hjá sálfræðing og ég alltaf að segja, það var bara mjög erfitt og eitthvað svona, þú veist, hún bara, á þetta ekki að vera eitthvað svona betra, á þér ekki að líða betur eftir og þú veist, ég bara, þú veist, það bara tekur tíma, þú veist, jú, það kemur, ég bara, núna eru tímatum bara mjög þungir og maður tekur svolítið skref aftur, oft, og út að maður er að fara bara í kannski áfallið eins og ég gerði og síðan koma þessi litlu skref áfram sko svo er þetta bara í einhverjum bylgjum eins og þú veist bara allt í einu hellist þetta yfir mann hefði ég bara allt í einu sjálf að ef ég var á niðurleið þá er alltaf með lokan í herbergi hans en svo leið mér líði betur þá er ég með opið það er svo gott að þekkja þessi merki einmitt ég var einmitt farin að sko hætt að vilja fara út sko ekki út úr húsi endilega en hætt að vilja út og ég er mjög svona mikið félagsverð og mér er rosa gaman að hitta vini þegar ég fann að ég var farin að reyna að gera afsakanir að hitta og bara svona eitthvað ég er svo þreytt og þá vissi ég að ég var að fara að detta og ég hef verið að detta í svona þar sem að ég er í nokkra daga upp í rúmi og get ekki staðið og get ekki gert neitt það hefur bara gerst nokkur sinnum og það hefur held ég ekki sko ég held að sé ekkert skiptið það sem að er eitthvað svona það er ekki eitthvað eitt moment heldur það kannski meira svona safnast eitthvað upp og svo allt í einu er ég bara algjörlega uppgefin sko en ég er farin að þekkja það betur og þá er ég svona heyrðu ég byrja þannig ég ætla kannski aðeins að passa með hægja á mér ætla ekki vera að gera svona mikið ég ætla þú veist fara í minna en samt vera en þá fara út og svona og þá núna er alveg svolítið síðan að ég dætti alveg þetta sko þetta er svo ég reyndi til mig eins og ég sagði frá því svona, í mínum hóp svona nánustu þetta með hurðina þannig að þá getur fólk kannski aðeins svona það er svo gott akkurat, algjörlega það er svo gott einmitt, bæði maður sjálfur þekki þetta og síðan einhver aðrir í kring þú veist, þekki inn á mann sko það er bara ótrúlega gott þú veist, og ég ég á vinkonu sem er að glíma við mikið þunglyndi og þú veist og síðan er hún búin að vera til staðar fyrir mig mikið sko og við bara erum báðar þannig við vitum bara að maður þarf bara stundum að fara að sækja hinu manneskjum sko, maður þarf bara að fara heim til hennar og maður þarf bara að vera bara jæja, þetta er komið gott nú ferð þú út og svo erum við bara alveg, nei ég get það ekki í dag jú við erum að fara og maður þarf þetta sko og maður er náttúrulega bara ég get ekkert sagt það nú oft ég er rosalega heppin með fólki í kringum mig sko. En ég er líka dugleg að segja hvað ég þarf það er náttúrulega stórpartur í þessu maður getur átt ótrúlega góða en ef maður segir ekki neitt og lætur ekki vita og þá er rosalega erfitt fyrir fólk að vera til staðar og ef maður afþakkar alla hjálp og er alltaf bara nei ég geta bara alltaf á hörkunni það náttúrulega getur fólk eiginlega ekki verið til staðar nei það er bara þannig það er svo gott að finna þegar maður og ég sakna þess rosalega mikið við að mæti í sorgarmiðstöðina mæti í hópastarfi að maður er þú veist að segja eitthvað sem bara akkurat ég er líka svona þú veist að því að þótt að maður vita maður sé ekki einn í þessu sko það er gott að finna það er gott þegar maður heyrir bara einmitt ég var líka að gera nákvæmlega þetta eða bara einmitt bara ég gera þetta öðruvísi það er bara það er svo mikilvægt að því að þegar maður er að tala við fólk sem hefur bara kannski bara þú veist hellinga fólki í kringum sem hefur ekki mist neitt sko og þau þú veist
ótrúlegt samt hvað fólk hefur mikla innsýn oft í, sko, þú veist, og setja sig í spor, þú veist, reyna að setja sig í mann spor, að þá bara allt annað þegar maður hérna. Þú veist, það bara, það kemur bara auðvitað bara einhver annar skilningur á það, sko. Algjörlega. Ég ótrúlega glöð á komst. Já, takk fyrir að hafa mig. Já, takk fyrir að koma og nenn að spjalla við mig og takk fyrir að segja mig frá Haraldi og ótrúlega gaman að fá að kynnast honum í gegnum þig. Og greinilega mjög skemmtilegur og og yndislegur og bara hljómar eins og bara ótrúlega góður vinur líka. Það greinilega eitthvað sem að skein í gegnum hana. Já, takk fyrir. Takk.